Fundur settur í sveitarstjórnarþings, þetta fundur númer 165 og hér eru allir aðalmenn mættir fyrir utan oddvita M-lista og hér í hans stað Ágúst Sigurður Óskarsson sem fyrsti varamaður M-lista og þetta hans fyrsti sveitarstjórnarfundur og ég býð Ágúst Sigurð sérstaklega velkomin á þennan fund. Við erum með 18 mál á dagskrá í dag. Þar veru 11 samþykktarliðir og svo fundargerðir þá sem að liggja til staðfestingar. Og fyrsta mál á dagskrá kosningi nefndir til 1 árs, 4 ára og tilnefningar á aðalfundi. Og þar liggur fyrir eftirfarandi tillaga kosningi nefndir. Það er að finna þetta hérna hjá mér. Það í fyrsta lagi fulltrúaráð menningarmiðstöðvar Þingeyinga og þar lagt til að aðalfulltrúar verði eftirfarandi: Helena Eydís Ingólfsdóttir, Kjartan Páll Þórarinsson, Eysteinn Heiðar Kristjánsson, Ómar Gunnarsson, Rúnar Traustason og Aldey Unnar Traustadóttir. Og varafulltrúar Þorsteinn Snævar Benediktsson, Rebekka Ásgeirsdóttir, Ann Charlotte Fernholm, Ágúst Sigurður Óskarsson og Salbjörg Matthíasdóttir. Þá það stjórn menningarmiðstöðvar. Þar lagt til að aðalfulltrúar verði Eysteinn Heiðar Kristjánsson og Halldór Jón Gíslason og til vara verði Ómar Gunnarsson og Helga Sigurbjörg S. Hæti. Stjórn menningarsjóðs þingarskra kvenna samkvæmt 6. grein skipulagsskrár sjóðsins. Þá lagt til að Rannveig Benediktsdóttir verði aðalfulltrúi og Bylgja Steingrímsdóttir til vara. Síðan það starfsmenntunarsjóður starfsmannafélags Húsavíkur. Þar lagt til að aðalfulltrúi verði Svala Rut Stefánsdóttir og varafulltrúi Sunna Torfadóttir. Starfskjaranefnd starfsmannafélags Húsavíkur. Þar lagt til að aðalfulltrúar verði Svala Rut Stefánsdóttir og Ágúst Sigurður Óskarsson og varafulltrúar verði Kjartan Páll Þórarinsson og Rúnar Traustason. Þá það kjaranefnd stéttarfélagsins Framsýnar. Þar lagt til að Eysteinn Heiðar Kristjánsson og Guðrún Einarsdóttir verði aðalfulltrúar og Kjartan Páll Þórarinsson og Gunnólfur Sveinsson verði varafulltrúar. Þá það Dettifossnefnd svokölluð eða umsjónarnefnd með náttúruvætti í Jökulsárgljúfrum samkvæmt auglýsingu umhverfisráðherra frá árinu 1996. Þar gert ráð fyrir að aðalfulltrúi verði Svala Rut Stefánsdóttir eða lagt til og Halli Lund verði varafulltrúi. Þá það stjórn Hvalasafnsins. Þar gert ráð fyrir að aðalfulltrúi verði Þorsteinn Snævar Benediktsson og varafulltrúi verði Bergljót Friðbjarnardóttir. Þá við komin að stjórn Náttúrustofu Norðausturlands. Þar lagt til að aðalfulltrúar verði, og þar engir varafulltrúar, en að fulltrúar verði Salbjörg Matthíasdóttir og Sigurgeir Höskuldsson. Og að lokum það stjórn Markþings. Þar gert ráð fyrir að aðalfulltrúi verði Guðni Már Kjartansson og til vara Elísabet Helgadóttir. Orðið laust þessar tillögur. Já. Nú var forseta á í messunni og gleymdi
einum varafulltrúa í fulltrúaráði menningarmiðstöðvar Þingeyinga. Þar vantaði inn nafn Bylgju Steingrímsdóttur, þannig að ég ætla að fara aftur yfir varafulltrúa þar, þannig að það sé allt rétt hjá okkur. Það er Þorsteinn Snævar Benediktsson, Rebekka Ásgeirsdóttir, Bylgja Steingrímsdóttir, Ann-Charlotte Fernholm, Ágúst Sigurður Óskarsson og Salbjörg Matthíasdóttir. Er einhver sem vill kveða sér hljóðs þessar tillögur? Svo ekki, þá ætla ég að leyfa mér það að bera þær upp bara í einu lagi og bið þá sem að geta samþykkt þessar tillögur skipan í nefndir og ráð til 4 ára og aðalfundi að gefa merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál nr. 2, en það eru húsnæðismál stjórnsýslunnar og fyrir fundinum liggur tillaga frá fulltrúum meirihluta sveitarstjórnar sem leggja til að í fjárhags- og fjárfestingaáætlunum ársins 2027 verði gert ráð fyrir að hafnar verði endurbætur á húsnæði stjórnsýslunnar að Ketilsbraut 7-9. Jafnframt er lagt til að skipulags- og framkvæmdaráði verði falið að áfangaskipta endurbyggingunni og áætlun þar verði lögð fram í ráðinu eigi síðar en í október og orðið er laust. Bergþór, sveitarstjóri, hefur óskað eftir að fá að taka til máls. Forseti og kjörnir fulltrúar, nú legg ég til að við byrjum á þessu máli hér og nú og leggjum allar söguskýringar til hliðar. Það sem sagt hefur verið og rætt málið til þessa látum við liggja. Stefnan hefur verið tekin og nú hefur við sett kúrsinn og við fylgjum honum til enda. Eins og tillagan ber með sér er það skýr og eindreginn vilji núverandi meirihluta að hefja framkvæmdir við húsnæði stjórnsýslunnar að Ketilsbraut 7-9. Það ríkir samstaða og framkvæmdir munu hefjast á næsta ári. Í fjárhags- og fjárfestingaáætlun ársins 2027 verður gert ráð fyrir verulegu fjármagni til framkvæmda. Í fyrsta áfanga verða nauðsynlegar jarðvegsframkvæmdir og utanhúsframkvæmdir, meðal annars drenað og skipt þak eins og fyrir hefur legið og gluggar og önnur þau verk sem nauðsynleg eru til að tryggja húsið til framtíðar. Í framhaldinu verður ráðist á endurbætur innanhús og húsnæði lagað að nútíma þörfum og þeim kröfum sem gerðar eru til góðs starfsumhverfis. Gert er ráð fyrir að 2/3 húsnæðisins eða rúmir 800 fermetrar verði nýttur undir stjórnsýslu sveitarfélagsins. 1/3 verður nýttur fyrir aðra starfsemi sveitarfélagsins og þar koma ýmsir spennandi möguleikar til greina. Það er ánægjulegt að skýr niðurstaða sé komin í þetta mál. Hún skiptir ekki síst máli fyrir starfsfólk sveitarfélagsins. Mannauðurinn er mikilvægasta auðlind sveitarfélagsins og við eigum að skapa starfsfólki okkar aðstæður sem gerði því kleift að sinna störfum sínum eins vel og kostur er. Með þessari ákvörðun er horft fram á veginn. Ketilsbraut 7-9 verður byggð upp í áföngum sem framtíðar húsnæði stjórnsýslunnar og annarra starfsemi sveitarfélagsins. Takk. Bergþór hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Aldey Unnar Traustadóttir hefur orðið. Forseti, takk fyrir þetta Bergþór, þetta var mjög fínt og það er mjög gott að heyra að það sé komin samstaða þetta inn í sveitarstjórn, þegar við erum mikið búin að tala þetta og ég er mjög glöð að heyra þetta. Það sem að mér langar svona aðeins að ræða að því að núna kemur sem sagt, forseti fór yfir dagskrána áðan og það eins og glöggir sjá að þá kemur svona núna nokkur mál í röð sem eru tillögur frá meirihluta sveitarstjórnar. Flest af, eða bara öll af þessum málum eru mjög góð og mikilvægt að fara í þau. Það sem að ég er svona aðeins að vandraðast með í tengslum við þetta er að það er alveg frekar óþægilegt fyrir þau sem sitja minnihluta að fá upp allar þessar tillögur og greiða atkvæði þær þegar við erum ekki með upplýsingar mögulega sirka kostnað, ekki einhvert heildar framkvæmdafé verður og ekki með yfirsýn yfir þau verkefni sem bíða. Það er önnur verkefni sveitarfélagsins. Og núna þarf ég
fá þessi gögn, eingöngu í hendurnar, ekkert annað, engar upplýsingar neitt af þessu. Nú þarf ég að leggja traust mitt á meirihlutann. Ég fæ ekki tækifæri til að ræða þessi mál í tengslu við kostnað, því það má ekki gera það opinberlega strax. Og ég á að greiða atkvæði eingöngu út frá tilfinningu en engum gögnum. Mér finnst það frekar erfitt og mér finnst það svona pínu grátleg leið að fara. Aftur, ég er ekki á móti neinni af þessari tillögum. Ég hefði bara viljað fá sömu gögn í hendurnar og meirihlutin með. Áður en ég á að greiða atkvæði því ég er jú kjörinn fulltrúi líka. Ég átta mig á að þetta er tilraun til að hafa stjórnsýsluna opnari og sýnilegri, þannig að íbúar og verktakar í sveitarfélaginu sjáu hvað er framundan og ég fagna því. Það hefði samt verið frábært að taka þetta inn á nefndafundi, allavega einn, og ræða þar og svo í framhaldi setja í sveitarstjórn. Meirihlutin hefði áfram geta staðið á bak við þessar tillögur ef það er það sem þetta snýst Flestar af þessum tillögum eru búnar að vera á áætlun eða rætt þær nema mögulega eina eða tvær sem ég hef ekki séð eða heyrt af áður. Ekkert af þessu er nýtt. Þetta eru verkefni sem er búin að bíða, sem er búin að fresta, færa og fresta aftur. Og ég velti fyrir mig hvað gerist svo ef ég samþykki þessa tillögur núna og svo kemur eitthvað annað inn en núna bara í næsta mánuði sem verður að komast á áætlun. Hvað þýðir það það að ég er að samþykja þetta allt saman núna? Erum við ekki að fara að geta gert breytingar eða hvað þýðir þetta? Ég er bara að velta fyrir mér þessari leið. Þegar ég er ekki með yfirsýnina yfir þetta, af því ég hef ekki fengið gögnin í hendurnar. Og ég velti fyrir mér, snýst ekki fjárhagsáætlunargerð yfirsýn? Og hvar er hún hérna í þessu? Og er líka annað, búið að taka, því nú erum við rosa gjörn á það að vísa málum sem að koma inn til okkar í næstu fjárhagsáætlunargerð. Ef að það er ekki til fjármagn í því mómenti þá vísum við málum. Er meirihlutin búin að taka saman öll málin sem að við erum búin að vísa í næstu fjárhagsáætlunargerð og fara yfir þau, hver kostnaðurinn er á bak við þau. Þannig að mér finnst bara svona pínu vanta yfirsýn og finnst að því að hinga til höfum við tekið þetta inn í nefndum og ráðum fyrst og síðan farið með þetta sveitarstjórn og það hefur bara virkað vel að því þá eru öll upplýst og geta öll komið með breytingatillögu þar inni og það er hægt að ræða kostnaðartölur opinskátt að því við gerum það ekki hérna á opnum fundi. En aftur bara allt saman góð verkefni og ég er bara mjög glöð með þessi verkefni. Ég vildi bara aðalega tala um þetta að það er óþægilegt fyrir mig sem sit í minnihluta að eiga að greiða atkvæði þegar ég er ekki með nein gögn. Takk fyrir mig. Orðið er laust. Ágúst Sigur Óskarsson hefur beðið orðið. Já, forseti, ágætu fundamenn, gleður mig að fá að taka þátt í þessum sveitarstjórnarfundi. Gaman að vinna með ykkur af ýmsum stórum og merkum framfaramálum. Mér langar í upphafi máls míns taka undir með Aldeyju. Það eru ekki mikið gögn í þessum máli þó að stórt sé. Sveitarstjóri lýsti svona í grófum dráttum fyrirhugaðri vegferð í þessu en við höfum ekki fengið nein gögn þetta mál. Í raun og veru var og er óþarfi að fjalla þetta mál í raun og veru vegna þess að löngu búið að ákveða. Það var búið að ákveða að fara í þessa ferð en því var frestað á síðast ári og örugglega frestað áður. Þannig að þetta er svona eins og þetta sé svona pínu sjóf. Þetta er svona eins og flugeldasýning í upphafi karneval hátíðar. En ég ætla ekkert að vera neikvæður og ég ætla ekkert að vera að horfa í baksýn í spegilinn. Þetta er gott mál. Og þetta er mál sem að við í M-lista samfélagsins bárum svolítið að herðum okkar fyrir hlutana ársins og finnst eins og við höfum bara samfært aðra að ganga vel í lið með okkur, þannig að við styðjum þetta mál alveg heilshugar. Við, eins og ég segi, við ætlum að styðja þetta mál og við ætlum að leggja fram bókun. Í ársbyrjun
2024 flutti stjórnsýsla Norðurþings úr stjórnsýsluhúsinu á Ketilsbraut 79 til bráðabirgða leiguhúsnæði. Leigugjald þar 30 milljónir á ári. Loftgæði með húsnæðinu á Ketilsbraut var ábótavant vegna langvarandi vanrækslu við fyrirsjáanlegt viðhald hússins. Það stefna M-lista samfélagsins að halda betur við húsnæði sveitarfélagsins, þannig að svona aðstæður skapist ekki. Á fundi byggðarráðs í júlí lagði Rúnar Traustason oddviti listans fram bókun þetta efni. Í mars 2026 tók meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks enn eina ákvörðun að fresta framkvæmdum við endurbætur. Önnur framboð svo sem M-listi samfélagsins, Samfylkingin og VG mótmæltu þessari ákvörðun. Þetta kostar seinkun 1 ár 30 milljónir aukalega í leigu. En við í M-lista samfélagsins við styðjum heilsulega þessa framkvæmd og þetta mál. Takk fyrir. Ágúst hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Bylgja, gjörðu svo vel. Já, forseti, kæru fundamenn. Mér langaði bara að koma hérna upp til þess að nefna það að við erum að taka þetta mál hér inn á þennan fund og ætlum að hefja þetta mál og þetta mál fer inn í nefndir. Þar fer til umfjöllunar, þar fá allir aðgang að öllum gögnum og þar meðal bara öllum gögnum. Og það hefur alltaf verið vilji í síðasta meirihluta að fara í þetta og það mikill vilji og hefur alltaf verið þessa meirihluta að fara í þetta hús og fara í einhverjar lagfæringar. Þannig að ég held að við skulum bara aðeins anda rólega og við erum öll að fara saman í þetta. Það var alltaf ætlunin að gera það en aðstæður bara urðu þannig að það var þurft að fresta þessu. En það var bara ákveðið að þessu meirihluta að fara strax í að skoða það að vinna að þessu máli. Þannig að ég held að við getum alveg rólega, við fáum öll gögn og þó við samþykkjum þetta núna, þá munir þetta náttúrulega bara koma aftur til, held ég, ákvörðunar í sveitarstjórnar hvernig það að fara í þetta. Þannig ég held að þetta bara gott mál og allir mjög ánægðir að vera farnir af stað í þetta mál. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið laust. Kjartan Páll hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti ágæta sveitarstjórn. Fyrir fyrsta langum aðeins að fjalla þetta vinnulag sem við erum núna að setja. Meirihlutinn að setja mál á dagskrá og ég get alveg skilið að fulltrúar meirihlutans hrökkur svolítið við og finnst það svona hvað maður að segja, þetta kannski öðru sem tíðkast hefur. Og ég get alveg tekið undir það, þetta önnur leið. Við í meirihlutanu eru samt sem að setja ákveðna pressa á okkur með að setja ákveð mál á dagskrá og mér finnst þetta persónulega mér gagsa í þessu og betra vinnulag að við erum búin að segja að þessu öllu meira og minna vísað inn í nefndir og ætlum að vinna þetta þar áfram. Þar munum við svo fjalla þessi mál og fá öll þau gögn undir. Þetta stefnumarkandi ákvörðun hjá okkur. Svona gamla vinnulagið hefur svolítið verið að þar hefur verið alls konar vinnugögn, Excel-skjöl og annað sem hefur unnið með kannski á fjöldamörgu fundið og síðan allt í unnur heilu verkefni strókuð út að það svo nokkuð vita að þið hafa verið á dagskrá. Þannig að ég finnst þetta persónulega þetta setur pressu á meirihlutann og þegar meirihlutinn þá komið ákveðin vopn í ykkar hendur ef við verum ekki að standa við því sem við erum búin að leggja fyrir ykkur og almenning. Þannig að ég finnst þetta flott vinnulag. En ég skil hvað er að koma með ykkur finnst ykkur vera aðeins afskipt. En ég ætla aðeins að svara Gústa, mér finnst ekki óþarf að setja þetta mál á dagskrá. Þetta var mikið þetta rétt í undirbúning kosninga og eins og þú sagðir, fulltrúi M-listans búin að bóka þetta í byggðarráði. Þannig að því held ég einmitt ástætt að setja á dagskrá og segja ætlum að gera þetta. Þannig að það gott að fá stuðning frá öllum í þetta brýna verkefni.
Kjartan hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Já, mér langar að forseti og kjörnir fulltrúar. Með því að setja þetta mál á dagskrá, þá í rauninni kannski þrennt sem verið að gera að hálfu meirihlutans. Í fyrsta lagi kannski það sem augljóst, það að fylgja eftir ákvörðunum sem voru teknar af fyrri sveitarstjórn, það að segja að fresta viðkomandi framkvæmd eða fjárfestingu til ársins 2027 og það verið að tryggja það að hún fari á dagskrá og fari í framkvæmd. Í öðru lagi þá er þetta viðleitni til þess að auka gagnsæi stjórnsýslunnar gagnvart íbúum og fyrirtækjum þannig að þeim sé betur ljóst hvaða fjárfestingar sveitarstjórn áformar á næsta eða næstu árum og fyrirtæki og íbúar geta þá í rauninni undirbúið sér það og bara við vitum að því að það er fólk og fyrirtæki sem vilja taka þátt í verkefnum með okkur og þau hafa þá aukinn fyrirsjáanleika. Og í þriðja lagi er þetta það sem Kjartan kom inn á. Það er þetta vinnulag að viðhafa það að málin komi fyrst hér inn á borð sveitarstjórnar og hríslist þaðan niður í nefndirnar að við felum nefndunum úrvinnslu frekar heldur en að við sitjum á fundum almennt eingöngu til þess að stimpla ákvarðanir sem hafa verið teknar í nefndum. Ég held að fundirnir okkar, þeir geta orðið skemmtilegri, líflegri, það er meira tækifæri fyrir umræður sem þá í rauninni opinber verkefni án þess að við séum að nefna krónur og aura í fjárfestingaverkefnum eða samningum sem við erum að fást við. Og það eru sannarlega verkefni sveitarstjórnar og meðal mikilvægastu verkefna sveitarstjórna það að forgangsraða hvernig við ráðstöfum fjármunum og þarna erum við bara að segja að þetta verkefni sem hér ræðir og sem eru í næstu málum á eftir sem við erum að leggja til að fara inn í fjárfestingaáætlanir eða fjárhagsáætlun. Við erum að leggja til að þau verði í forgangi. Við erum ekki búin að taka neina ákvörðun, enda ekki hægt að taka ákvörðun hvaða upphæðir eiga að fara í þessi verkefni, öðru sem í nefndakerfinu og í sveitarstjórninni. Meirihlutinn getur ekki tekið þær á sínum fundum, þannig að það er ekki ákveðið hvaða fjármagn fer í þessi verkefni. En mörg þessara verkefni eru verkefni sem eru búin að vera lengi á okkar borði og við vitum nokkurn veginn hvað þau kosta og við getum líka haft áhrif á hversu miklum fjármunum við verjum í þessi verkefni á hverju ári á þeim árum sem framundan eru. Þannig að við erum ekki búin að festa fjárfestingaáætlunina, við erum ekki búin að festa fjárhagsáætlunina þó að þetta sé lagt til hér. En aukið gagnsæi held ég ætti að vera af hinu góða fyrir íbúa og fyrirtæki. En umræðina síðan hvað fer mikið í uppbyggingu stjórnsýsluhússins á næsta ári, hana tökum við inn í skipulags- og framkvæmdaráði og fáum tillögu þar sem við samþykkjum svo endanum í fjárhagsáætluninni. Þannig að og varðandi gögn líka og yfirsýn og gögn þá vil ég bara líka segja það að minnihlutinn hefur aðgang að nákvæmlega sömu gögnum og við og getur óskað eftir sömu gögnum og við. Það við erum ekki í þeim ásetningi að halda einhverjum í myrkrinu hérna. Alls ekki. Það liggur til dæmis bara fyrir fjárhagsáætlun fyrir þetta ár og þrjú ár þar á eftir sem að gefa nokkuð skýra mynd af því hvaða fjármuni við munum hafa til fjárfestinga á næstu árum. Og þó að þessi verkefni séu lögð til, þá samt miðað við hvað áformað að þau geti kostað, að þá samt nóg eftir til umræðu það í hvað við eigum að verja þeim peningum eða þeim fjármunum sem við höfum í fjárfestingar. Þannig að enn sem komið er ekkert læst, heldur bara erum við að tryggja framgang, auka stjórnsýslu og vonandi að gera þessa fundi skemmtilegri og áhugaverðari fyrir okkur öll og fyrir íbúa. Eysteinn hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti og ágætu fulltrúar. Þannig að góð og gagnleg umræða og ég held að við séum öll alveg sammála það að þetta verkefni sem við ætlum að keyra af stað
og þetta kannski snýst þann farveg sem við erum að setja málið í, að setja þessa pressu á okkur eins og Kjartan kom inn á, en mér langar nefnilega aðeins að hnykkja á því að við erum í raun og veru bara að gera þá tillögu að gert verði ráð fyrir þessi fjárfestingar og fjárhagsáætlunum fyrir árið 2027. Það tekið fram í bókunum þessi að vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs, það sem að þeim falið að áfangaskipta verkefninu. Og þar fer þetta inn í, og svo til að hnykkja á því líka að fjárhags- og fjárfestingaáætlunin, hún áttur að fara upp í gegnum byggðaráð og hún á líka eftir að fara í gegnum 2 umræður í sveitarstjórn. Þannig að það alls ekki verið að gera það fyrir eitt eða neitt. Ég held að sé bara gott við erum að setja þetta á koppinn. Þetta verkefni sem er orðið þarft að koma á stað og ég tek líka undir orð Bergþórs, sveitarstjóra okkar, og bara draugum við hans línu í sandinn og klárum þetta mál bara. Takk fyrir. Eysteinn hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldey hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, takk fyrir þessar útskýringar, það var mjög hjálplegt og já, sko, meira gagn af þessu, skrifaði ég hjá mér, og við höfum aðgang að öllum gögnum í minnihlutanum, sko, það sem ég aðalega að kalla eftir að við fáum fundabóðið með 2 sólarhringa fyrirvara fyrir fundin og ef að ég ætla að senda á stjórnsýslustjóra öll gögnin sem ég vil fá eins og núna í þessu, að því ég ekki bara að tala um þetta mál, núna ég að tala um allar tillögurnar sem að liggja fyrir þessum fundi. Ef ég ætla að senda á stjórnsýslustjóra og biðja öll gögn undir öllum þessum tillögum, hversu mikil vinna væri það fyrir hana? Þannig að ok, jú, ég get sótt gögn, en það sem ég að meina með því að ég veit, ég ger mig grein fyrir að það ekki ætlun meirihlutans að halda einhverjum gögnum með einhverjum upplýsingum frá okkur, eða ég vona ekki, en það sem ég að meina bara þessi yfirsýn, að sjá yfir allt, að því það skiptir svo miklu máli, að því núna ég að fara að greiða atkvæði þessi mál. Og mér finnst það alveg skipta máli þegar ég að greiða atkvæði. Ég þannig allavega að ég vil fá að hafa allar upplýsingar. Ég vil ekki þurfa að greiða atkvæði byggt á tilfinningu eða því sem hefur verið sagt einhvern tímann. Nú ég búin að vera í sveitarstjórn í 5 ár. Jú, fyrir margum að ræða þetta og ég alveg meðfullt af upplýsingum í höfðinu á mér og ég með eitthvað í tölvunni minni. En hvernig staðan akkurat núna? Og þess vegna ég bara að kannski pínu svona bara hnykkja í ykkur eða svona, segir maður það? Já, eitthvað. Að bara, eru þið til í, ég alveg sammála þessu vinnuferli og þetta bara mjög góð hugmynd og ég alveg til að prófa það, en væru þið til í að setja þá meiri upplýsingar undir málin þegar þið eruð að koma með einhverja svona stórar tillögur sem eru fjárhagslega frekar, mjög fjárhagslega frekar og meiri hlutin af þessu það. Já. Þannig að ég bara svona, aðeins að velta fyrir mér hver tilgangurinn að fara þessa leið líka ef að þessu hvað sem vísað inn í nefndir og ráð, en bara gott mál og ég búin að fá alveg ágætis útskýringar á þessu þótt ég sé kannski ekki eitthvað endilega 100% sammála þessari leið, en það væri náttúrulega frábært að geta gert sveitarstjórnarfundina aðeins líflegri því oft þetta eins og forseti kom inn á áðan, við erum bara rétt upp hendi og samþykkja og það enginn að tala um neitt, sko. Og kannski bara eigum að fara að tala meira og hlutina og setja það síðan inn í nefndir. En ég aðeins að eitt sem ég fór að hugsa núna, kannski ég að þú voru stoppa mig fórseti ef ég er komin í ruglið núna út mál af dagskrá, en að því að núna til dæmis þetta eitt af því sem að var frestað á síðustu fjárhagsáætlun. Þetta eitt af því máli. Hvernig staðan á þeim málum sem við frestuðum síðasta sveitarstjórn áður en að kosningarnar voru? Það var nokkur mál framkvæmdamál sem við ákveðum að fresta. Hvernig staðan á því núna? Það bara áfram frestun út þetta ár eða sjáum við fyrir okkur að fara í eitthvað af því til peningur til að fara í eitthvað af því núna eins og til dæmis byrja á þessu ári? Það eitthvað, þurfum við kannski að taka umræðan um það líka? Hvernig staðan núna á þessu ári? Til einhver peningur til að hætta við að fresta allir þessu sem við frestuðum þá? Ég veit ekki. Þið vildu fá meira tal, þannig að bara gjörið svo vel. Aldey hefur lokið máli sínu, orðið er laust.
með leyfi varaforseta. Forseti, ég vil bara fagna því að hér séum við að eiga þessa umræðu sem hér hefur farið fram núna síðustu mínúturnar. Og varðandi þau mál sem við frestum og hluti að þeim nú á dagskrá meðal annars í þessu, það það húsnæðismál stjórnsýslunnar, að það eitt af þeim málum sem við frestum og mál nummer 3 og 4 sem að koma hér á eftir, það eru líka mál sem var frestað. Eins og staðan núna þá kannski ekki alveg endanlega komið í ljós að því að við erum að ljúka við framkvæmdina á frístundahúsnæðinu okkar. Nákvæmlega hver staðan verður varðandi fjármagn og það hvort að eitthvað verður hægt að klára á þessu ári af því sem var frestað. Það er umræða sem við kannski þurfum að bíða örlítið með þangað til að niðurstaða fengin í frístundahúsnæðið og hver lokatala verður þar. Hvað verður þá eftir? Þannig að sú umræða bíður betra tíma, mögulega hér á sveitarstjórnarfundi en mögulega þá inn í byggðaráði. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem að hafa kveðið sér hljóðs og því vil ég bera þessa tillögu að húsnæðismál stjórnsýslunnar verði sett á fjárhags- og fjárfestingaráætlanir ársins 2027 og að skipulags- og framkvæmdaráði verði falið að áfangaskipta endurbyggingunni og leggja fram áætlun þar Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu gefa merki með réttu hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 3 sem bygging sundlaugar í Lundi og þetta mál sem að sama meiði og það sem við vorum að ræða hér á undan. En þar leggja fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar til að í fjárhags- og fjárfestingaráætlunum ársins 2027 verði gert ráð fyrir byggingu nýs sundlaugars í Lundi ásamt frágangi í kringum laugina. Jafnframt að gert verði ráð fyrir í 3 ára áætlun að gerðar verði endurbætur á búningsklefum á árinu 2028. Og lagt til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Og orðið er laust. Þorsteinn hefur beðið orðið. Forseti, kjörnir fulltrúar. Já, eins og Helena kom inn á þá þetta mál svona sama meiði að við erum að grípa mál sem var frestað og við vitum að búnaður svolítið úr sér gengin í sundlauginni í Lundi og komið tíma á að koma þessu í þannig stand að sómi sig af. Sundlauginni í Lundi mikilvæg heimamönnum og gestum á svæðinu en augljóst að fjölgun barnafjölskylda skiptir máli í sveitarfélaginu og auðvitað styður verkefni einnig við uppbyggingu ferðamannaðinnar. Á síðasta kjörtímabili var falið verkfræðistofu að gera kostnaðarmat á verkinu þar sem gert var ráð fyrir uppsteyktri sundlaug sem var 12,5 metri sinnum 6,5 með meðaldýpt upp á 1,2 og 4.000 lítra heitum potti með sérstöku stýrigerfi sem gefur möguleika að hægt sé að halda heitum potti opnum þó svo sundlaug sé lokuð. Einnig var gert ráð fyrir 6 fermetra lagnahúsi ásamt jarðviðskiptum. Svo það hefur ákveðin forvinna átt sér stað. Sé vilji ráðsins að horfa í það, þar að segja. Þó að hönnun liggi ekki fyrir í þessum töluðu orðum. Ég tel að það sé mikilvægt að koma þessu máli fyrir skipulags- og framkvæmdaráð aftur til úrvinnslu svo sveitarfélagið geti staðið áfram hnökralaust við sína lögbundnu skyldur og haldi skólasundi áfram. Og við erum einfaldlega að koma þessu aftur inn í ráðið þar sem að minnihlutin hefur náttúrulega líka sína aðila og sitja við sama borð og við í meirihlutanum við úrvinnslu þessa máls. Ég ætla líka bara að minna á það að skólasund í Lundi hefst núna í næstu viku svo það eru allir að fá sína lögbundnu sundkennslu á þessu ári svo því sé líka komið að. Takk ykkur fyrir. Þorsteinn hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Rebekka, gjörðu svo vel. Forseti, kjörnir fulltrúar. Mér langar bara að lýsa ánægju minni að þetta mál sé hér á dagskrá. Öll börn eiga rétt á sundkennslu. Þetta er lífsgæðamál fyrir íbúa. Það skiptir fólk og fyrirtæki ferðaþjónustu miklu máli og líka skiptir máli fyrir framtíðarmöguleika svæðisins. Þannig ég fagna þessu og ég hlakka bara til að fara í sund í Lundi.
Rebekka hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ágúst hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu fundamenn. Takk fyrir þetta innlegg, Rebekka og Þorsteinn. Við í M-lista samfélagsins, við fögnum þessu mjög og þetta er löngu tímabær framkvæmt. Við viljum þó svona beina því til hópsins sem fer undirbúið þetta að huga vel að þörfum íbúa, nemenda og því hvernig við getum tekið þátt í að auka og glæða upplifun og aðdráttarafl svæðisins fyrir ferðafólk á svæðinu. Við þurfum í þessu sambandi aðeins líka huga að framtíðarrekstri sundlaugarinnar því að hún hefur í gegnum árin verið svolítið brokkgengt. Sum árin var Norðurþing með reksturinn, sum árin voru einhverjir verktakar eða ferðaþjónustaðilar. Þannig að við þurfum að huga því að það eru miklar skyldur varðandi rekstur og mönnun í sundlaugum og mig langar að varpa því fram hugmyndum það hvort að ætti að skoða mögulegt samstarf við einhverja ferðaþjónustuaðila eða framkvæmdaaðila við þessa uppbyggingu og rekstur sem aðila sem gætu síðan tekið við reksturinn. Ég held svona fyrirtæki og ferðaþjónustuaðilar séu ef til vill aðeins betri í svona rekstri heldur við sérstaklega þarna í kringum ferðamannastaðina og í dreifbýlinu. Takk. Ágúst hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Ómar hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Já, forseti, kjörnir fulltrúar. Ég bara vil lýsa ánægju minni að við höfum loksins komið þessu máli í góðan farveg. Þetta er bara, held ég, allir sammála þetta. Bæði meiri og minnihluti að þetta er búið að vera mál sem að allir hafa viljað koma á koppinn og við höfum loksins að ná því. Og bara fagna því. Takk fyrir. Ómar hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljós í þessu máli. Ég vil samt kannski bara réttilega tryggja því að ég er ekki alveg viss með niðurlagi í máli Ágústar. Er þetta formulega tillaga sem þú vilt leggja til eða bara, nei, gott mál. Þá bara ber ég þessa tillögu sem hér liggur fyrir upp til atkvæða og það er þá að bygging sundlaugar í Lundi verði í fjárhags- og fjárfestingaáætlunum ársins 2027, endurbætur búningsklefa í 3 ára áætlun og á árinu 2028 og að málinu verði vísað til úrvinnslu í skipulags- og framkvæmdaráði. Þeir sem geta samþykkt þetta gefi merki með réttum hönd og tillagan er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í mál númer 4 sem er íþróttahöllin á Húsavík, endurnýjun á gólfi, stúku og búnaði. Fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar leggja til að í fjárhags- og fjárfestingaáætlunum ársins 2027 og 3 ára áætlun árana 2028 til 2030 verði gert ráð fyrir endurnýjun á gólfi og stúku íþróttahallarinn á Húsavík. Samhliða því verði gert ráð fyrir endurnýjun á ýmsum búnaði vegna skólaíþrótta og íþróttaiðkunar. Lagt er til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu og orðið er laust. Kjartan Páll hefur beðið orðið. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Það er mikið gleðiefni að fá að mæla fyrir þessu máli sem eins og sum önnur hérna þetta er búið að vera lengi á teikniborðinu
Og íþróttahöllin á Húsavík hún var reist tekin í notkun árið 1987. Hún verður því 40 ára á næsta ári, tími líður, og það var vandað til verka á sínum tíma og við getum þakkað stórhuga fólki sem að risti þetta myndalegt hús. Það er ekki sjálfgefið að árið 1987 reisi samfélag þessari stærðargráðu þetta stórt mannvirki sem er með fullum handboltavöllur í fullri stærð, og það eru mörg sveitarfélög sem fóru svona styttri leið og reistu minni mannvirki. En fyrir vikið þá hefur þetta mannvirki þjónað okkur ákaflega vel í gegnum tíðina, og það er gaman að geta þess að árið 1987, vígslu árið, þá var með þessi landsleikur í húsinu, Ísland-Danmörk, sem reyndar tapaðist, en það er annað mál. Húsið hefur einnig hýst þorrablót, tónleika, öskudagsbál, forsetaheimsóknir og margt fleira, þannig að þetta er ekki bara íþróttahús, þetta er samkomustaður í Norðþingi og eina húsnæði sem ræður við mannfögnuði af svona ákveðinni stærðargráðu. Ég hef oft sagt að íþróttahöllin sé eitt best nýtta mannvirki sveitarfélagsins. Þarna þjónustar öllum skólastigum á Húsavík. Þarna eru ljósin kveikt snemma á morgnana og slökkt seint á kvöldin. Og það er semst í fyrri vinnu sem búið að vera í þessu máli, og ég hef nú unnið sjálfur að því að skoða þetta. Þetta er svona pínus að velja ætla að skipta parkett heima á sér. Þá getur valið parkett sem kostar mjög lítið og mikið, en það er ekkit endilega parkettryggið eða sama parkett. Þannig að þá er komið útfærslur sem að ég reikna þá með að nefndirnar munu fara yfir og skoða, og þetta mun líka lyfta húsinu upp á svona annar plan fyrir keppnisíþróttir. Við erum búin að vera í mikill uppbygging og endurnýjun á knattspyrnuvöllum og öðru því tengt, og þarna veit ég að munu margir blakarar gleðast yfir að fá aðeins mýkara golf, þannig að lendingarna verið mýkri og sætin í stúkunni verða sömuleiðis mýkri fyrir afturendan og okkur hinni sem ætla að horfa. Kjartan hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldey hefur beðið orðið. Forseti, ég fekk pínu sjokk þegar Kjartan sagði að íþróttin er í 40 á næsta ári, því hún er jakkað með mér, sko. En allt í lagi, ég er að reyna að jafna mig á þessu. Ég hef mikið talað fyrir þessu máli, og þetta máli er búið að vera mér hjartans mál í langan tíma. Mér þykir mjög miður að þessu hafi ítrekka verið frestað og af fráfarandi meirihluta, og ég vona innilega að þessi meirihluti standi sig betur í þessu máli heldur en síðasti. Því að það er bara mjög grátlegt hvernig er búið að standa að þessu. Og að því við vorum að tala áðan mál sem hefur verið frestað á þessu ári, þá er þetta eitt af því máli, þessi framkvæmd, og það væri dásamlegt ef að það væri hægt að koma einhverju framkvæmd inn á þetta ár, að þá er það þessi framkvæmd. Þetta er fjölnota hús, það er ýmsar íþróttir stundaðar þarna. Við höfum sett mikið púður í knattspyrnuvöllin sem er vel, en þarna erum við að tala allar aðrar íþróttir hjá sveitarfélaginu. Þetta er mikið notað húsnæði. Þannig að mér finnst alveg klárlega ástæða til að fara í þetta, því eins og koma áðan, íþróttahöllin er að vera 40 og stúkurnar og gólfin er að vera 40. Þannig að já, ég myndi bara nokkra að stinga upp á því að ef það er hægt að fara í eitthvað á þessu ári, að þá verði það þetta. Við töluðum einhvern tímann að væri skynsamlegt að fara í svona verkefni á milli jóla og nýjárs. Það væri hægt að skipta þessu niður á sikkvara fjárhagsáætlunina, setja sérst hluta á þetta ár og svo hluta á næsta ár, að ef þetta er gert yfir jóla og áramót, og líka vegna þess að það er erfiðar að fá verktaka inn í verkefni á sumrin. Og skólinn er hvað sem er í fríi milli jóla og nýjárs, þannig að ef þetta er eitthvað sem hægt er að skoða þá, ef það tekur ekki oflangan tíma. Þannig að já, ég vildi bara alveg segja það, og bara endilega komum þessu máli áfram, þetta þarf að laga. Við þurfum að mæta öllum íþróttum. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bergþór hefur óskað fyrir að taka til máls. Já, ég vil taka bara undir með Aldey og
Við erum búin að vera að gæla við frestuðu málin, hvort við náum að taka eitthvað að því núna og getum ekki tekið ákvörðun það fyrir bara svona við fjárhagsvarnargerðina í nóvember eða svo. En þetta einmitt málið sem auðveldast að taka inn og taka þá og setja þessar 50 milljónir á þessu ári sem áttu að fara át að voru frestaðar. Og svo bara lokinn þá á næsta ári, þannig að við erum að skoða það alvarlega. Takk. Bergþór hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Með leyfi varaforseta. Forseti, já, ég get ekki annað en tekið undir með þeim sem hér hafa talað á undan, þó að mér sé nú kannski ekki endilega tamt að gera það að koma upp í pontu til að taka undir og vil ég helst ekkert gera það. Bara til að vera ekki að tefja framgang funda svona almennt, en það var komið aðeins inn á söguskýringar og Kjartan nefndi til að mynda viðburði sem hefði farið fram í þessu íþróttahúsi okkar ágæta íþróttahúsi og mér langar til að bæta við í þá söguskýringu en það er að hér fór fram leikur á heimsmeistaramótinu í handbolta árið 1995. Gerur svona ekki mikið stærra en það. En svo líka ég vona það heitt á innilega að niðurstaða okkar núna þegar við förum í fjárhagsvarnargerðina verði þannig að við getum hrint þessu máli af stað og tekið hluta af því á þessu ári og hluta það á næsta ári og komið þessu í gott horf því að þetta er vissulega löngu tímabært og mikilvægt framfara skref fyrir sérstaklega kannski blak íþróttana sem er nokkuð stór hjá okkur hér. Orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem hafa kveðið sér ljós og þá ber ég þessa tillögu að íþróttahöllin, semst endurnýjun á gólfi, stúku og búnaði verði á fjárhags- og fjárfestingaáætlunum árið 2027 og á 3 ára áætlun 2028 til 2030. Þeir sem geta samþykkt þetta gefa merki með rétt upp hönd. Þetta er samþykkt samhljóða og þá fyrir við í mál nr. 5. Þar leggja fulltrúar meirihluta til að sótt verði til KSÍ að fá FIFA Arena Minipits í Norðþing. Lagt er til að fáist umsóknir samþykkt verði völlurinn staðsettur á skólalóð Öxarfjarðarskóla. Jafnframt er lagt til að skipulags- og framkvæmdaráð kostnaðarmeti og gerir ráð fyrir kostnaði við undirbúningsvinnu vegna uppsetningar á vellinum og frágangi umhverfis hann. Í fjárhags- og fjárfestingaáætlunum ársins 2007. Samráð verði haft í skipulags- og framkvæmdaráði og fjölskylduráði staðsetningu vallarins á skólalóðinni og lagt er til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Orðið er laust. Kjartan, gjör svo vel. Við fórsti ágæta sveitastjórn. Ég ætla kannski aðeins að byrjaði að bregðast við það sem kom fram í upphafi fundar. Það sem var ábending að einhverjum til þessum mætti koma fleiri gögn undir og ég held að það sé alveg rétt mætt ábending og þarna hefði verið alveg hægt að setja inn aðeins fylgjagögnum málið og ég ætla að benda ykkur á ef þið farið inn á internetið góða og leitið eftir FIFA Arena og KSÍ þá eigi að finna ágætis frétt málið. Ég ætla svona aðeins að reifa hvað þetta verkefni snýst. Þetta er semst uppbyggingarverkefni sem KSÍ er í forsvari fyrir í samstarfi við FIFA og KSÍ er semst knattspyrnusamband Íslands og FIFA er knattspyrnusamband heimsins, takk fyrir. Þetta er semst þannig að FIFA sér uppsetningu vallarins og annað sem tilheyrir honum að undanskildu undirlægja aðgengi og umhverfis frágangi. FIFA og KSÍ stendur sem straum af flutningi vallarins til landsins á viðkomandi uppsetningarstað, öllum efnum svo sem gervigrasi, grindverki, netum og mörkum og uppsetningu vallarins. Þannig hlutverk sveitafélags, eins og í okkar tilfelli, væri þá að finna honum þessu velli staðsetningu og það er ákveðin skilyrði að þessi velli séu grennd við skóla eða svæði sem að muni nýtast sveitafélagi eða íþróttafélagi til knattspyrnuiðkunar. Völlurinn verður í eigu sveitafélagsins og við berum það ábyrgð á daglegu viðhaldi rekstri umhverfi og því sem fylgir. Og þetta verkefni, þetta mál er að sjálfsögðu háð því að við fáum styrk í þetta verkefni frá KSÍ
En ég er sannfærður að Norðurþingi til lagt inn sterka umsókn þetta mál og þetta muni gjörbreyta skólalóðinu við Öxarfjarðarskóla því að við höfum alveg séð það að þessi sparkvellir eins og við þekkjum við hérna á Raufarhöfn og Húsavík að þetta eru ekki bara sparkvellir, þetta eru bara leiksvæði sem henta til hérna almenn skólastarfs og annað og þetta eru aðeins stærri vellir heldur en sparkvellinir eru 18.033 metrar en þetta verkefni gerir á fyrir 20.040, þetta er svona aðeins stærri völlur og svo eru sjálfsögðu annað sem að við þurfum að huga að til þess að kannski svona auka notkunarmöguleika eins og lýsing eða hiti eða eitthvað svoleiðis, það er þá bara eitthvað sem við erum metið á stigum málsins og eins og ég segi þetta mun styrkja, ef að verður þá mun styrkja Öxarfjarðarskóla og síðast en ekki síst íþróttafélagið Þingeyjar sem er svo sannarlega elst á hérna frá stofnun sem er stutt síðan. Kjartan hefur lokið málsinu, orðið er laust. Ágúst hefur óskað eftir að taka þetta máls, gjör svo vel. Já, forseti ágæti fundamenn. Takk fyrir góða innlögn á þessu, sveitarstjórnarfulltrúi Kjartan. Við í lista samfélagsins styðjum þessa stefnumótun og þessa hugsun, en fyrir okkur og líklega öllum öðrum er þetta mál algjörlega glænýtt hérna á þessum fundi hérna í dag, eins og skýrði vel út. Því er svona svolítið bratt að ætlast taka svona sterka fullmótaða ákvörðun á þessum fundi finnst okkur. En í tillögu ykkar er loktillaga ykkar hljóða þannig: samráð verið haft í skipulags- og framkvæmdaráði og fjölskyldaráði staðsetning vallarins á skólalóðinni. Lagt síðan samráð við þessar tvær nefndir, en síðan stendur lagt til að málinu sé vísa til skipulags- og framkvæmdaráði til úrvinnslu. Þannig að það er svona að hafa samráð við báðar nefndirnar en vísa. Ég með þetta svona svolítið óskýrt. Ég held að það sé þannig í okkar stjórnskipun að svona stefnumörkun það svona hvernig skólalóðir líti út með tilliti til tómstundana sjálfra, íþróttana og skólastarfsins sé stefnumiðið sé tekið í fjölskyldaráði. En praktíski hlutar við framkvæmdina séu síðan hjá skipulags- og framkvæmdaráði og svo þetta endalega ákvörðun hjá sveitarstjórn. Þannig að ég ætla að leyfa mér að bera fram smá breytingatillögu að fella út þarna samráð verði haft við skipulags- og framkvæmdaráð og restina af þeirri tillögu og í staðinn komi bara lagt er til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs og fjölskyldaráðs til úrvinnslu. Takk. Ágúst hefur lokið málsinu, orðið er laust. Kjartan, gjör svo vel. Getur vísað til beggja ráða. Forseti ágæta sveitarstjórn. Það fyrst að var bregðast við hérna þessum tímafresti. Eins og ég sagði, þá hefði verið ákjósanlegt að leggja fram þessa frétt sem eru á vefsíðu KSÍ og hveti ég bara aftur til þess að fletta henni upp. En hún er dagsett 11. ágúst, þannig að það kannski liggur hlutarnins eðli að við höfum ekkert mikinn tíma til þess að hrinda þessu verkefni áfram og sérstaklega það sem að tillagan að sækja í sjóð. Og umsóknarfrestun rennur út 18. september, þannig það fjallar málið. Hvað var það þessa útfærslu á þessu orðalagi, þá ætla ég sem kannski ekki að tjá minn eitt mikið en að mér finnst þetta að koma samanstað niður. Ég er alveg sammálað held ég þessum að segja, en ég heldur sem bara að tala samanlutin. Að við erum að tala framkvæmd sem byggt við
byggingu sem að fjölskylduráði sér hvað maður að segja, starfsemi sem að þarna eins og skólalóð. Þannig að það eðlilegt að fjölskylduráð fjalli það og náðu þannig samráði við skólasamfélagið, íþróttafélagið og þess háttar. En við þurfum alltaf að fá líka þetta innlegg frá skipulags- og framkvæmdanefnd hvað varðar framkvæmdir. Þannig að ég mér finnst að koma samanstað niður hvað orðalag varðar, þannig að ég ætla svo sem ekkert að tjá mig neitt frekar það. En eins og ég segi bara, fréttin birt 11. ágúst, þannig að við erum að gera þetta 9 dögum eftir að fréttin kemur inn, þannig að það útskýrir kannski stuttast tímafrest, en ég treka að það hefði bara verið mjög gott hjá okkur að henda þessari frétt með til glöggvunar. Ég held að við tökum það bara til okkar. Kjartan hefur lokið málusinu, Ágúst hefur óskað eftir að taka aftur til máls. Nei, afsakið. Hann hefur ekki óskað eftir að taka aftur til máls. Orðið þá laust. Aldey hefur óskað eftir að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, þetta var fín yfirferð hjá þér og útskýrði og í rauninni virkar þetta þá frekar einfalt mál og auðveldara að greiða atkvæði það núna með þessar upplýsingar. Eins og ég skildi þá snýst þetta eins og þú sagðir, það ekki að við erum að sækja styrk og ef hann fæst þá ætlum við að fara í þetta. Það bara alveg þannig sem að, ok, frábært, þá bara samþykki ég þetta mál, þetta bara flott. Aldey hefur lokið málsinu, orðið laust. Það ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs. Þá vil ég bera upp tillögu Ágústar sem breytingatillaga við tillögu meirihluta og hún gengur í raun lengra heldur en tillaga meirihluta. Þeir sem geta samþykkt á tillögu gefur merki með því að rétta upp hönd. Tillagan sem sagt eftirfarandi, lagt til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs og fjölskylduráðs til úrvinnslu og útfalli þá samráð verði haft í skipulags- og framkvæmdaráði og fjölskylduráði staðsetningu vallarins á skólalóðinni. Lagt til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Eru sveitarstjórnarfulltrúar tilbúnir til að greiða atkvæði þessa tillögu? Þá biður þá sem samþykkja að gefa merki með því að rétta upp hönd. Einhverju sem greiða atkvæði gegn tillögunni. Og eru einhverju sem sitja hjá. Þá tillagan felld með atkvæðum Kjartans, Eysteins, Þorsteins, Helenu, Ómar, ég sá ekki hvar þú greiðir atkvæði, já. Rebekka, þú þarna líka? Já. Þetta ekki nóg svona? Bylgja, samþykktir þú hafnaðir eða sast hjá? Ég sitt bara hjá. Bylgja situr hjá. Með leyfi varaforseta. Ætla ég að fá að gera grein fyrir atkvæða mínu ástæða þess að ég hafna þessari tillögu. Ágústar í grunninn svo eins og Kjartan kom inn á hér að þetta snýst fyrst og fremst umsóknina og það verður þá í höndum skipulags- og framkvæmdaráðs eingöngu að vinna þessa umsókn og svo það þá það sem gerist það eftir ef að styrkur fæst að þá tekur við samstarf milli þessara tveggja fasta ráða okkar í að vinna úr málinu. Þannig að það skýringin að minni hálfu. Þá ætla ég að bera upp upphaflegu tillöguna sem að það verði sótt til KSÍ að fá FIFA Arena Mini Pits í Norðþing og þá þetta varðandi samráð í skipulags- og framkvæmdaráði og milli skipulags- og framkvæmdaráðs og fjölskylduráðs staðsetningu ef að verður og að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Já, með að klára atkvæðagreiðsluna. Já. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu eru beðnir að rétta upp hönd. Hún samþykkt samhljóða og Ágúst hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sem ég gerir ráð fyrir.
Já, forseti, ágætu fundamenn. Það er engin himinn að jörða að farast út af þessu. En hins vegar þannig að þetta nýtt verkefni, jafnvel ákveðin hugmyndafræði sem er verið að færa með þessu verkefni hjá KSÍ, að ég hef ekki samt upplýsingar það. Og tillagan sem voru að samþykja, og ég var að samþykja líka, er þannig: samráð verður haft í skipulags- og framkvæmdaráði og fjölskylduráði staðsetningu vallarins á skólalóðinni. Sem sagt, fjölskylduráð á bara að fjalla staðsetningu á skólalóðinni. En þetta er alveg nýtt verkefni inn á skólalóðina. Og þannig er verið að binda hendur fjölskylduráðs í þessu efni, sem er að mínu viti ekki gott. Þannig að ég held að þið hafið verið að hafna góðri tillögu frá mér. Takk. Ágúst hefur lokið máli sínu og gert grein fyrir atkvæði sínu og þá teljum við þessu máli lokið. Þeim aðri vilja gera grein fyrir sínum atkvæðum. Svo er ekki og þá förum við í mál númer 6. Þarna er til umfjöllunar salur Borgarholtsskóla en fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar leggja til að í fjárhags- og fjárfestingaráætlunum ársins 2027 fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar leggja til að í fjárhags- og fjárfestingaráætlunum ársins 2027 verði gert ráð fyrir vinnu og kostnaði vegna þarfagreiningar og frumhönnunar á sal Borgarholtsskóla með tilliti til endurbóta á salnum svo hann þjóni enn betur hlutverki sínu sem fjölnota salur í skólastarfinu. Samráð verði haft til skipulags- og framkvæmdaráðs og fjölskylduráðs vinnuna og lagt er til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Og með leyfi varaforseta. Það er orðið nokkur rík hefð fyrir söguskýringum á sveitarstjórnarfundum í sveitarstjórn Norðþings og hér er á ferðinni mál þar sem er einboðið tækifæri til söguskýringa. Á 7. áratugnum flutti Vilhjálmur Pálsson íþróttakennari aftur heim til Húsavíkur og þá var aðstaða til íþróttaiðkunar lítil sem engin. Það var völlur utandyra og svo samkomuhúsið okkar. Í viðtali sem Jóhannes Sigurjónsson tók við Villa Páls segir Villi að hann hafi eiginlega verið búinn að gera samning áður en hann réð sig í íþróttakennslu á Húsavík að byggt yrði íþróttahús. Það var rokið í það og salurinn var tekinn í notkun árið 1959. Salurinn var tímamótasalur á Íslandi og þá út af áhorfendasvæðinu. Hákon Sigtryggsson var arkitektinn, teiknaði salinn og skólann. Þá var verið að byggja samskonar skóla og sali land allt. Og módelið var að það voru svalir við enda salarins. Meira að segja stóri háskólasalurinn var þannig og laugasalurinn stóri. Áhorfendasvæðið við endan. Upp á og ekkert sást. Villi hafði spilað körfubolta og handbolta á Reykjavíkur árum sínum og meðal annars var hann Reykjavíkurmeistari í körfubolta með Ármanni. Þá var spilað í Hálaugalandi, gömlum stórum herbragga og þar voru áhorfendur til hliðar við völlinn og sömuleiðis var það þannig á Keflavíkurflugvelli. Byggingarnefnd menntamálaráðuneytisins harðneitaði því. Á sama tíma var verið að byggja samskonar hús í Keflavík og Höskuldur Karlsson, vinur Villa og Villi höfðu samráð sín á milli og þrýstu báðir á að fá áhorfendarsvæðin til hliðar við völlinn. Höskuldur átti við húsameistara ríkisins en Villi við Hákon, arkitekt. Höskuldi var ekkert ágengt en Villi hafði sigur sem þýddi að hér var byggður tímamótasalur. Sá fyrsti á landinu sem hafði áhorfendarsvæðið meðfram salnum og tók 200 manns í sæti. Það er rétt að ímynda sér áhrifin sem það hafði á íþróttaiðkun á þeim tíma, bæði skólaíþróttir og á vegum Völsungs. Handbolti, blak, frjálsara fótbolti og svo hinn hluti byltingarnar sem Villi lýsir svo vel í viðtalinu að salurinn var félagsmiðstöð þess tíma fyrir krakkana sem fengu að horfa á kvöldin á æfingarnar bara ef þau voru stillt og prúð. Eða eins og Villi orðaði og þau lærðu þá kannski bara að vera stillt og prúð.
Salurinn hefur þjónað samfélaginu vel og einmitt vegna þessara framsýni villa hafa áhorfendarsvæðið meðfram honum, þá hefur hann þjónað okkur enn lengur og betur heldur en ef áhorfendarsvæðið hefði verið við enda hans. Þegar íþróttahöllin á Húsavík var tekin í notkun 1987 og leysti salinn af hólmi sem megin aðstaða Húsavík fyrir íþróttaiðkun innandyra og skólaíþróttir, þá færðist notkun hans enn meira í að vera vettvangur hvers kyns samkoma. Skólasamkomur með leiksýningum og dansatriðum, tónleikar nemenda tónlistarskóla og íbúafundir. Loks færðist mötinni til skólans í salinn. Salurinn er fjölnota og hann fara nokkur hundruð manns daglega. Notkun hans með þeim hætti að þar væri kostur að hafa varanlegt svið því á hverju skólaári eru settar upp sýningar, haldnir fjölmargir tónleikar og því fylgir í hvers skipti umtalsverð vinna við að setja upp einhvers konar svið og öflun aðfanga í hvers skipti. Þá þarf að gera úrbætur á hljóðvist salarins. Ég hef séð fyrir mér að salnum verði snúið við þar sem áhorfendarsvæðið verði sviðið byggt. Mögulega getur sviðið nýst sem kennslurými, til dæmis fyrir tónlistarskólan og til hliðar við það væri hægt að hafa geymslurými fyrir hljóðfæri. Ef hægt er að loka fyrir sviðsopið sjálft með fellihurð líkt og gert til dæmis í öðrum skólum. Í sumum skólum þekkist að undir sviðum eru skúffur sem geta geymt borð og stóla og þar af leiðandi auðvelt að rýma gólfflötin þegar dansaði kringu jólatrí eða haldin diskotek. Þá gefur upplyftingarsalnum einnig tækifæri til að endurnýja lýsingu, hljóðkerfi og slíkt sem tilheyrir tæknimálum sem gagnlegt er að hafa fyrir leiksýningar og tónleika á vegum skólana. En þó þetta sé mín sýn á hvernig salurinn geti orðið enn betri og haldið áfram að þróast á framsýnan hátt, þá er ég ekki að leggja hana til sem tilbúna lausn, heldur erum við að leggja til að við stígum fyrstu skrefin í 8 endurbótum á salnum. Það er þarfagreiningu sem gefur okkur upplýsingar hvað þarf að gera, hvað þarf að vera í salnum þannig að hann sé sem bestur fyrir mötunni til skólans og þá viðburðir sem fara fram innan hans og á vegum tónlistarskólans. Og á grunni þess verði salurinn hannaður upp á nýtt með tilliti til hlutverka sinna. Að því loknu munum við geta kostnaði með til framkvæmdana og tímasettana. Takk. Orðið er laust. Forseti, þetta er gott mál, það er alveg þörf á að taka þennan sal aðeins í nefið og hljóðgæðin hérna inni eru náttúrulega engu lík sko og þannig að það væri frábært ef við getum farið í það. Mér langar bara að svona hnippa á því og til skipulags- og framkvæmdaráðs og fjölskylduráðs að hafa samráð við starfsfólkið sem er mest að vinna í þessum sal til þess að við séum með upplýsingar hvar þörfin liggur sem mest. Ekki að einhverjir sérfræðingar bara gera þetta heldur samráð við starfsfólkið á gólfinu, það skiptir gríðarlega miklu máli. Það er bara aðeins að minna á það. Takk. Aldey hefur lokið máli sinu og Ágúst hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti ágætu fundamenn. Við í MI-lista samfélagsins, við þökkum fyrir þessa tillögu og við munum styðja hana. Þetta er mikilvægt mál, þarna hefur maður átt og margir íbúar og nemendur í grunnskólanum átt sínar bestu og skemmtilegustu stundir. Hins vegar vil ég segja það að þetta er svona fyrsta máli þar sem að kemur svona kannski nýtt atriði til umræðu á þessum fundi eða annað máli sem er þannig og það er satt að segja sko fyrir mig sem er að koma svona fyrsta fund, ég hef enga heildarsýn yfir þær framkvæmdir, þá viðhaldsstörf sem er hjá Norðurþingi. Það væri gott eða væri til tekið saman hvar er þörf á viðhaldi, hvar er uppbyggingum og þetta yrði síðan raðað upp í einhvern svona forgangs- og verklista. Ég held að sé ekki til einn svona heildasýn á þetta, þannig að menn sjái þegar menn er að veita fjárveitingum, menn sjái heildamyndina og menn beini fjárveitingum þar sem að hennar er kannski mest þörf. Ef við erum með viðhaldi eitthvað þar sem að húsnæði eða búnaður liggur undir skemmdum þá getum við sett það í forgang. Takk.
Ágúst hefur lokið málsinu, orðið er laust. Þorsteinn hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, kjörtin fulltrúar, við erum einfaldlega að leggja til að þessu verður vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs þar sem einmitt forgangsatriðum verður raðað og augljóslega verður haft samráð við fólk sem vinnur á svæðinu sem og sérfræði þjónustu verður nýtt. Þannig að ég heldur þurfum ekki að hafa áhyggjur á því að það verði teknar ákvarðanir í blindi, einfaldlega er núna verið að leggja til að þetta fari til skipulags- og framkvæmdaráðs, það sem M-listinn á meðal annars fulltrúa. Takk fyrir. Þorsteinn hefur lokið málsinu, orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs og þá ber ég þessa tillögu upp til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt hana eru beðnir um að gefa merki með réttu hönd. Hún er samþykkt samhljóða og þá leggur forseti til að við tökum stutt fundarhlé.
Þá göngum við aftur til dagskrár og við erum komin á mál númer 7 sem er yfirborðsfrágangur á Öskjureit. Þar liggur fyrir tillaga frá meirihluta sveitarstjórnar að leggja til að í fjárhags- og fjárfestingaáætlunum ársins 2027 verði gert ráð fyrir að yfirborðsfrágangi á lóðum sveitarfélagsins á svokölluðum Öskjureit verði lokið. Haft verið samráð við aðliggjandi lóðahafa framkvæmdina og lagt til að málinu verði vísað frá sveitarstjórn til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Orðið laust þetta mál. Og Eysteinn hefur óskað eftir að taka til máls, gjör svo vel. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Þar langa hríð hefur verið talað nauðsyn þess að fara í yfirborðsfrágang á Öskjureit eins og ég hef nú vanist að kalla þetta svæði sem heitir í raun búðarvellir, allavega í svona skipulagsgögnum, en látið það nú líka milli hluta. Í upphafi síðasta kjörtímabils var farið í að kanna hugsanlega fornleifar á svæðinu því að ekki lá ljóst fyrir hvað mætti í raun raska mikið að jarðvegi vegna þess að fornleifarannsóknir hafði ekki farið fram með fullnægjandi hætti. Niðurstöður leiddu í ljós að nokkur stóran hluta svæðisins má raska jarðvegi og var því ákveðið að fara í hönnun á því svæði með tilliti til yfirborðsfrágangs. Hönnunin er lágstemd og er klár til útboðs, búið að kostnaðarmeta framkvæmdina og mælu við með að gera ráð fyrir þessu verki við gerð fjárhags- og fjárfestingaráætlun fyrir árið 2027. Takk fyrir. Eysteinn hefur lokið máli sínu, orðið laust. Það eru ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs þetta mál og þá er það borið upp til afgreiðslu og bið fulltrúa að gefa merki með réttu pönd ef þeir samþykkja þessa tillögu. Hún er samþykkt samhliða. Þá förum við í mál númer 8 sem er lóðavefur. Fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar leggja til að í fjárhagsáætlun ársins 2027 verði gert ráð fyrir gerð og uppsetningu nýrar undirsíðu á vefsíðu sveitarfélagsins sem sérstaklega taki til lausa lóða og kynningar á framboði á lausum lóðum fyrir atvinnu og íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. Lagt til að málinu verði vísað til byggðaráðs til úrvinnslu. Og með leyfi varaforseta. Á undanförnum árum þá hefur verið unnið að krafti að því að laða að Norðurþingi ný atvinnutækifæri. Meðal annars var í þeim tilgangi sett upp sérstök vefsíða með upplýsingum Bakka og á sama tíma hefur ekki verið hugað nægilega vel að því að kynna lausar lóðir annars staðar en að Bakka, hvorki lausar lóðir fyrir atvinnuhúsnæði né íbúðarhúsnæði. Í aðdraganda kosninga ræddum við þetta svolítið í þeim hópi sem ég tilheyri, Sjálfstæðisflokknum. Það er búið að vinna nokkuð vel í samstarfi framboða sem hafa átt sæti við sveitarstjórnarborðið að skipulagsmálum og að fjölga lóðum fyrir atvinnu og íbúðarhúsnæði. Sömuleiðis eru áformum að halda áfram að vinna bæði ný og uppfæra eldri deiliskipulög á grunni þess aðalskipulag sem brátt tekur gildi. En við höfum rými fyrir bætingar í að koma lóðaframboðinu á framfæri og þeim tækifærum sem fólkin eru í gildandi skipulagi. Fyrst og fremst kannski vegna þess að okkur vantar, fyrst og fremst við tækifæri til að bæta þau verkfæri sem við höfum til að kynna skipulag og lóðir. Bæði lóðir sem eru lausar eða lóðir sem eru áformað að fara í auglýsingu eða úthlutun. Í vor opnaði nýr vefur Borgarbyggðar, Byggjum Borgarbyggð og á vefnum eru ýmsar hagnýtar upplýsingar sveitarfélagið, þjónustu sem þar er að finna, viðburði og fleira. Þar er að finna upplýsingar lausar lóðir en einnig lóðir sem eru áformað að fara að úthluta. Og með einföldum hætti er hægt að fara beint í að sækja þá lóð sem manni hugnast best. Við horfum til vefsins sem góðra fyrirmyndar hvernig við getum komið að framfæra upplýsingum lausar lóðir, hvort sem það eru íbúar eða fyrirtæki sem hér eru fyrir eða nýjir aðilar sem vilja setjast hér að eða hefja starfsemi. Við teljum jafnframt að það að koma upp svona vefsíðu fyrir Norðurþing getur stuðlað að því að koma betur að framfæra upplýsingum sem laða að nýja íbúa og fyrirtæki. Mér myndi helst langa til að fara með ykkur í smá ferðalag inn á annan vef en þar sem aðstæður á fundinum leyfa það ekki og sýna ykkur sem sagt þá hvert loka takmarkið yrði í þessari vinnu en þar sem aðstæður eru þannig að við getum það ekki þá hvet ég ykkur til þess að fara inn á vefsíðuna byggjum.borgarbyggð.is
og leif ykkur að skoða hana og ímyndi ykkur hvernig þetta geti litið út hjá okkur þegar að við leggjum loka hönd á svona vinnu á okkar vefsíðu. Takk fyrir. Orðið er laust. Viltu taka til máls, Ágúst? Ágúst hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu fundamenn, við í M-listanum samfélagsins, við ætlum að styðja þetta mál en það eru svona vangaveltur í kollinum hjá mér, hér verið að fjalla einhvers konar viðbót í upplýsingakerfi sveitarfélagsins. Ég gegnum tíðina hef ég heyrt alltaf svona cirka annað hvert ára að það er umræða í sveitarstjórn Norðurþings það að auglýsa lausalóðir og koma þeim að framfæri. Þannig að mér finnst þetta í aðalatinum vera verkefni stjórnsýslunar að uppfæra upplýsingakerfin og hafa þau up to date hverju sinni eins og hægt er. Ég veit ég hef bara ekki þekkingu eða kunnat á því hvort að hér séum eitthvað kostnaðarsamt stórvirkja ræða sem þurfa að ræða sérstaklega og álekta sérstaklega og hafa sérstaka fjárveitingu fyrir, en í mínum huga er þetta bara einn lítill hluti af upplýsingakerfi sem á bara að vera inni í fjárveitingum til stjórnsýslunar. Takk. Ágúst hefur lokið málsinu, orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið og því ber ég þessa tillögu upp til afgreiðslu. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í mál nr. 9 sem er umferðaröryggisáætlun. Fulltrúar meirihluta sveitarstjórnar leggja til að í fjárhagsáætlun ársins 2027 verði gert ráð fyrir vinnu við umferðaröryggisáætlun. Lagt er til að málinu verði vísað til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu með tilliti til kostnaðar við gerð áætlunarinnar og fyrirkomulags við vinnu hennar. Orðið er laust þetta mál. Eysteinn hefur óskað eftir að taka til máls. Já, forseti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Eins og mörg hver vita þá hef ég starfað lengi við sjúkraflutninga og eru því mér umferðaröryggismál afar hjartfólgin. Og það er mér því sönn ánægja að fá að kynna þetta mál aðeins inn. En hvað er umferðaröryggisáætlun og af hverju er verið að gera slíkt plagg? En stjórnvöld hafa gert umferðaröryggisáætlun sem markar stefnu til 15 ára, en í henni segir banaslys og alvarleg slys í umferðinni eru óásættanleg. Mannslíf og heilsa skulu verið í öndvegi og öryggi fremst í forgangsröðun aðgerða í umferðarmálum. Við skipulag og hönnun og gerð umferðarmannvirkja skal öryggi verið í forgangi af því að mannleg mistök eru óhjákvæmileg. En af hverju viljum við gera slíka áætlun fyrir Norðurþing? Jú, öryggi íbúa er grunn ábyrgð sveitarfélagsins. Sveitarfélög ráða miklu næru umhverfi fólks, götur, gangstéttir, göngu og hjólastígar, lýsingu, skipulag og aðstæður við skóla og íþróttasvæði. Umferðaröryggisáætlun gerir sveitarfélaginu kleift að nálgast verkefni bætt umferðaröryggi kerfisbundið, en þessar áætlanir hafa sýnt það að þær skapa góðan grunn til að forgangsraða þannig að sem að mestar umbóti náist fyrir það fjármagn sem til ráðstöfunar og hún hjálpar til að koma í veg fyrir óskilvirkar eða tilviljunarkenndar aðgerðir við umferðarmannvirki. Einnig má nefna að í slíkri áætlun fari öryggi barna og óvarinna vegfarenda sérstakan sess, þar sem að skoðaðar eru aðstæður við skóla, leikskóla, íþróttasvæði og gönguleiði barna svo ég taki einhver dæmi. En svo ég taki þetta aðeins saman,
Gerð umferðaröryggisáætlunar er ekki aðeins umferðarverkefni heldur fjárfestingu í öryggi og lífsgæðum íbúa. Með slíkri áætlun fær sveitarfélagi heildstæða yfirsýn yfir hættustaði, slys, umferðarhraða og þarfir óvarinna vegfarenda. Hún gerir sveitarfélaginu kleift að forgangsraða framkvæmdum á faglegum grunni, nýta fjármuni betur og styrkja stöðu sína í samstarfi við Vegagerðina. Jafnframt skapast langtíma sýn sem tryggir að ákvarðanir í umferðaröryggismálum byggist á gögnum og áhættumati fremur en einstökum ábendingum eða skammtíma sjónarmiðum. Markmiðið er einfalt að koma í veg fyrir slys áður en að þau verða. Takk fyrir. Eysteinn hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Aldey hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, þetta er líka mál sem hefur verið í umfjöllun hjá okkur í dálítinn tíma og við höfum ekki náð að klára og því langar mig bara að taka vel í þetta og segja að þetta er mikilvægt og allt sem að Eysteinn kom hérna inn á áðan, það skiptir máli. Umferðaröryggi fyrir börnin okkar skiptir máli og að börnin okkar geti ferðast bæinn án þess að vera öruggari þegar þeir eru ferðast bæinn. Og sérstaklega þá leiðin frá skólanum og upp að sundlauginni og fótboltavellinum sem að þau eru að fara á mörg hver á hverjum degi og mikil umferð á börnum þar á milli að sú leið verði gerð öruggari því að þetta er ekki frábært eins og þetta er og já, þannig að bara vona innilega að við náum að klára þetta sem fyrst og vil gjarnan setja pening í þetta á næstu fjárhagsáætlun. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem hafa kveðið sér hljóðs þetta mál og því byrja þessa tillögu upp til afgreiðslu. Þeir sem geta samþykkt gefur merki þarum. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál númer 10 sem eru reglur stuðning til náms í menntavísindum endurskoðun. Og þar stendur bókað á 244. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað. Fjölskylduráðs samþykkir reglur stuðning til náms í menntavísindum með áorðnum breytingum. Og orðið er laust. Rebekka hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Fjölskylduráð var með reglunar stuðning til náms í menntavísindum á dagskrá 244. fundi ráðsins. Reglunar eru fyrir starfandi leiðbeinendur við leik- og grunnskóla Norðurþing sem hyggja stunda fjarnám í menntavísindum og geta sótt stuðning sveitarfélagsins til þess. Hér eru að breyta 8. grein reglana og í 8. greininni kemur fram með leyfi forseta. Umsóknir stuðning þurfa að berast forstöðumanni viðkomandi skólastofnunar fyrir 1. júní ár hvert sem leggur þær fyrir fjölskylduráð með umsögn. Umsóknir eru staðfestar með undirritun samnings viðkomandi skólastofnunar og nema. Við erum að leggja til að umsóknartímanu verði breytt til 1. júlí. Þetta eru einu breytingarnar sem við erum að gera á reglunum. Og ástæðan fyrir því að þessi breyting á reglunum er lögð til er að fólk er átt að fá svör við skólavist eftir 1. júní og erfitt að sækja þennan stuðning þegar staðfinnst skólavist liggur ekki fyrir. Takk fyrir. Rebekka hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem vilja taka til máls reglur stuðning til náms í menntavísindum. Ég ber þá þessa tillögu fjölskylduráðs upp til afgreiðslu og bið fólk að gefa merki hvort það samþykkir þessar reglur. Þær eru samþykktar samhljóða. Þá förum við í mál númer 11 og það er ósk stækkun lóðar að Höfða 5B og Húsavík. Þá óskar forseti eftir því að fá að víkja við þessa umræðu afgreiðslu vegna tengsla við umsækjanda lóðastækkunina og óskar jafnframt eftir því að annar varaforseti taki við stjórn fundarins í þessu máli.
Já, eins og áður hefur komið fram þá var þetta mál nummer 11, óskum stækkun lóðar að Höfða 5B, en á fundi númer 241 á skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað. Skipulag- og framkvæmdaráð leggur til við sveitarstjórn að lóðin að Höfða 5 verði stækkuð 7 metra til norðurs, þannig að hún nái 13 metra norður fyrir húslínu. Ráðið telur heppilegast að skilja eftir 8 metra breitt svæði til gatnagerðar milli lóðana að Höfða 5 og Höfða 7, þó gildandi deiliskipulag gangi út á 6 metra bili. Byggingafulltrúa verði falið að gera lóðaleigusamning fyrir húsið á Höfða 5 á þeim grunni. Og þá segir bara orðið laust þetta mál. Og það er enginn sem hefur óskað eftir orðinu, þannig að þá ber ég þetta mál upp til samþykktar. Þeir sem að geta samþykkt þetta mál réttu upp hönd vinsamlegast. Og þessi tillaga er samþykkt samhljóða. Þá er komið að fundagerðum til staðfestingar og við byrjum á því að taka fyrir fundagerð fjölskylduráðs númer 244 í máli númer 12 og orðið er laust þá fundagerð. Með leyfi varaforseta. Mér langar að koma aðeins inn á mál nummer 8 á fundi fjölskylduráðs, fyrst og fremst til að leiðrétta þar eina rangfærslu sem að kemur fram í upphafi bókunar Ágústar Sigurðar Óskarssonar. Hún er svo að Nanna Steina Höskuldsdóttir er þar tilgreind sem fulltrúi í hverfisráði. Rétta er að Nanna Steina er starfsmaður sveitarfélagsins og átti ekki sæti í hverfisráðinu og það leiðréttist þá hér með. Takk fyrir. Orðið er laust. Það er enginn sem vil kveðast til máls fundagerð fjölskylduráðs númer 244. Þá förum við í mál númer 13 sem er fundagerð skipulags- og framkvæmdaráðs. Og orðið er laust þá fundagerð. Það er enginn sem vil kveða sér hljóðs fundagerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 241. Þá förum við í lið númer 14 sem er fundagerð byggðarráðs númer 525 og fyrir sveitarstjórn liggur sú fundagerð til umræðu og staðfestingar. Það er enginn sem vil kveða sér hljóðs fundagerð byggðarráðs. Þá förum við í mál númer 15 sem er fundagerð Orkuveitu Húsavíkur OHF 281. Orðið er laust fundagerð Orkuveitunar. Það er enginn sem vil taka til máls fundagerð Orkuveitunar og nú það forseti að taka sér taki. Hún telst þá lögð fram og það sama gildir þá þær fundagerðir sem teknar voru fyrir hér á undan í lið númer 12, 13, 14 og 15. Við erum þá komin í lið 6, í fundagerðir byggðarráðs númer 16, 17 og 18. Þetta eru þær fundagerðir þegar byggðarráð fór með fullnaðar afgreiðslu umboð í sumarleyfi sveitarstjórnar. Og við athygli á því að þar undir eru þá fundagerðir fjölskylduráðs og skipulags- og framkvæmdaráðs sem að vegna fundar sem fóru fram á þeim tíma. Orðið er laust þær fundagerðir í lið 16, 17 og 18. Og það er enginn sem vil taka til máls þessar fundagerðir. Við höfum það lokið og þær teljast á framlagðar. Við höfum það lokið yfirferð dagskrárliða fundarins og við skulum fara yfir fundargerðina.
þú lesa upphafrún eða? Og ég gera það. Og ég gera það. Já, ok. Þá er það mál nr. 1. Norðurþing kosningar nefndir til 1 árs 4 ára og tilnefningar á aðalfundi 2026 til 2030. Ég ætla ekki að þreyta fundin með því að lesa aftur upp hvernig við vorum að skipa fulltrúa í þessi embætti en fyrirliggjandi tillögur voru samþykktar samhljóða. Þá er það mál nr. 2, húsnæðismál stjórnsýslunar. Til máls tóku Bergþór, Aldey, Ágúst, Bylgja, Kjartan, Helena og Eysteinn. Ágúst lagði fram eftirfarandi bókun sem ég ætla að lesa hér. Í ársbyrjun 2024 flutti stjórnsýsla Norðurþings úr stjórnsýsluhúsinu á Ketilsbraut 7-9 í bráðabirgðaleiguhúsnæði. Leigugjald þar er 30 milljónir á ári. Loftgæðum í húsnæðinu á Ketilsbraut var ábótavant vegna langvarandi vanrækslu á fyrirsjáanlegu viðhaldi hússins. Það er stefna M-lista samfélagsins að halda betur við húsnæði sveitarfélagsins þannig að svona aðstæður skapist ekki. Á fundi byggðarráðs 21. júlí 2026 lagði Rúnar Traustason oddviti listans fram bókun þetta efni. Í mars 2026 tók meirihluti Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks enn eina ákvörðun að fresta framkvæmdum við endurbætur. Önnur framboð, svo sem M-listi samfélagsins, Samfylkingin og VG mótmæltu þessari ákvörðun. Hún kostar 1 árs seinkun 30 milljónir auka í leigu. Við í M-lista samfélagsins styðjum framkomna tillögu. Og undir þetta ritar Ágúst Sigurður Óskarsson M-lista samfélagsins. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi tillögu og vísar henni til frekari úrvinnslu í skipulags- og framkvæmdaráði. Þá er það mál nr. 3, bygging sundlaugar í Lundi. Til máls tóku Þorsteinn, Rebekka, Ágúst og Ómar. Fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða og vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Mál nr. 4, íþróttahöllin á Húsavík, endurnýjun á gólfi, stúku og búnaði. Til máls tóku Kjartan, Aldey, Bergþór og Helena. Fyrirliggjandi tillaga var samþykkt samhljóða og vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs til frekari úrvinnslu. Mál nr. 5, umsóknum FIFA Arena Minipits. Til máls tóku Kjartan, Ágúst, Aldey og Helena og Ágúst lagði fram breytingatillögu sem var felld með atkvæðum Kjartans, Eysteins, Þorsteins, Helenu, Ómars og Rebekku. Bylgja sat hjá. Fyrirliggjandi tillaga meirihluta sveitarstjórnar var samþykkt samhljóða og vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs til frekari úrvinnslu. Salur Borgarhólsskóla. Til máls tóku Helena, Aldey, Ágúst og Þorsteinn og fyrirliggjandi tillaga var samþykkt samhljóða og vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Þá er mál nr. 7 sem er yfirborðsfrágangur á Öskjureid. Til máls tók Eysteinn. Fyrirliggjandi tillaga var samþykkt samhljóða og vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs til frekari úrvinnslu. Mál nr. 8, lóðavefur. Til máls tóku Helena og Ágúst. Fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða og málinu vísa til byggðarráðs til frekari úrvinnslu. Og þá er það mál nr. 9, umferðaröryggisáætlun. Til máls tóku Eysteinn og Aldey og fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða og vísa til skipulags- og framkvæmdaráðs til úrvinnslu. Mál nr. 10, reglur stuðning til náms í menntavísindum endurskoðun. Til máls tók Rebekka. Fyrirliggjandi reglur eru samþykktar samhljóða. Ósk stækkun lóðar að Höfða 5B Húsavík. Til máls tók Eysteinn. Fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða og Helena Vega fundi undir þessum lið. Fyrir sveitarstjórn lá svo í máli nr. 12 fundargerð fjölskylduráðs. Til máls tók undir lið 8 hverfisráð Raufarhafnar 2023 til 2026 Helena. Aðrir fundarliðir lagði fram til kynningar. Mál nr. 13 fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs nr. 241 lagt fram til kynningar. Liður 14 byggðaráð Norðurþings fundur nr. 525 lagt fram til kynningar. Orkuveita Húsavíkur í mál nr. 15 fundargerð nr. 281 og þetta er lagt fram til kynningar. Og þá er það fundargerði byggðaráðs
í saumaleyfi sveitarstjórnar fundur númer 522, 523 og 524 í liðum 16, 17 og 18 og þær eru allar lagðar fram til kynningar. Eru athugasemdir við fundargerð? Svo er ekki og þá er fundinum slitið.